Komið sælar blessuð, það komið gestur í Hvítamáva, ung kona sem frá Akureyri, fór frá Akureyri til að læra og kom aftur. Hún læknir, heitir Guðrún Dóra og Clark. Við spjöllum í hana hérna eftir. Guðrún Dóra, Clark, vertu velkomin. Takk kærlega. Fyrsta spurning, læknisfræðileg. Flensan komin? Ég held ég verð að segja já, af því að ég held það, en eins og allir lækna þá verður að vera alveg öryggi þegar ég segi þetta, þannig við erum ekki búin að greina hana svo ég veit til. Hvað þarf að gera? Það þarf að taka sýni, til þess að senda á rannsóknarstofu og fá svona staðfestingu á því. Já. Og við erum hérna, þetta yfirleitt þannig að það hálfgerð keppni. Hver okkar verður fyrst að greina? Flensuna. Og það einn sem á yfirleitt vinningin. Nú, það? Þannig að við erum farin að gefa eftir. Þessi influensa, þegar ég var strákur þá var þetta kölluð Asíu-influensa. Já. Þetta allt svipað? Þetta svipað, það kannski svolítið svipað eftir, mismunandi eftir árum hversu alvarleg hún Já. En hún svona í grófum dráttum eins alltaf. Hvernig lýsir þetta sér? Þetta lýsir sér yfirleitt þannig að þetta byrja nokkuð skyndilega og það yfirleitt þannig að það engin langur aðdragandi. Þannig að þú byrjar bara eiginlega að veikjast klukkan þetta og svo ertu bara fárveikur í viku. Þá ertu með háan hita, beinverki, hausverk, hósta, hálsbólgu og átt bara að halda þig heima og reyna að smita sem fæsta. En þannig að ef ég fengi allt inn í hálsbólgu, væri það kannski einhver vísi þess að ég væri að fá flensu? Nei, það til aðri sjúkdómar sem valda hálsbólgu, eingöngu, þannig að hálsbólgu ein og sér ekki nægjanleg. En ef að þú á nákvæmlega sama tímapunkti, það að segja sama degi, fengir mjög háan hita og höfuðverk og beinverki og þið svona alvöru lasin, þannig þið langar bara að liggja fyrir. Þá mjög líklegt að setja með flensu. Já. Guðrún Dóra, Clark. Clark, hvað Clark? Clark orð sem hefur vafist fyrir mörgum, sérstaklega að reyna að skrifa þetta orð. Og við höfum fengið ýmsar útgáfur af þessi með póstinum í gegnum árin, en þetta Brest. Já. Og það skrifað sko K-L-A-R-K? Já, það má alveg reyna það, en það ekki nafnið mitt. Þannig að ég skrifa þetta með C og það C-L-A-R-K og svo kemur E í endan. Já, það E í endan, ég vissi það. Ég bara, af því ég þekki pabba þinn, þá veit ég það. Og þetta Brest? Þetta Brest. Þannig að þú ert hálf bresk. Já. Ég var að byrja pínlítið á því kannski, og ég hef ekki ætlað það, en sko, tengingin þín þá yfir til Bretlands, hvaðan þetta? Pabbi, hann kemur frá Nottingham og... Eins og Hrói höttur? Eins og Hrói höttur, já. Og hann sem sagt fæddur þar og upp alinn. Já. Og bjóð þar fram til unglingsára og fór svo til London þegar hann fór í framhaldsskóla. Og hann var í músík? Já. Hann var fyrst og fremst á fiðlu og hann lærði það og útskrifast sem fiðluleikari frá Trinity College í London. Og síðan var hann svona að leika sér held ég á þeim tíma í kórum ýmsum og hann var sem sagt í kórastarfi og var að syngja aðeins þar en hann var ekki það sem hann var að leggja fyrir sig held ég svona á þeim tíma, það byrjaði eftir hann flutti hingað. Þá hann bara væntanlega kollnungur maður eitthvað að dundan í London og syngja í kórum og svona, komið sér fyrir? Já, lifa lífinu svolítið held ég sko. Já. Og þetta voru góð ár. Og svo kemur hann til Íslands. Og hvernig stóð því, veistu það? Ég spurði hann eins og að þessu. Og útgáfan sem hann segir mér, hvort sem hún senn eða ekki, að þá rakst hann á einhverja pínu litla auglýsingu í blaði. Það sem var verið að auglýsa eftir tónlistarkennara í norður
hluta Íslands. Já. Og ævintýraþráin í föður mínum slík að þetta vafðist ekkert fyrir honum, þannig að hann sótti þetta. Þetta var náttúrulega fyrir tímatölvu og annara snöggra samskipta, þannig að þetta hefur allt farið fram svona bréflega. Já, ég reikna með því. Já. Og hann kemur þá bara til Akureyrar til þess að gerast hvað? Fiðlukennari? Já, ég held hvort sem að það hafi verið einhver aflýsing eða til skamms tíma í senn, þá allavega kom hann held ég svona með því hugafari að koma og prófa og var opinn fyrir að vera áfram held ég. Já. Finnur þú eða fannst þú fyrir þessum breska hluthaðínum þegar þú kynnist honum eins og maður segir? Frá ég man eftir honum fyrst svona í mínu lífi? Já. Ég man alveg eftir þegar pabbi talaði með enskum hreim. Það eitthvað sem ég heyri ekki í dag. Já. Þannig ég man það alveg og þegar ég var lítið barna þá töluðum við ensku heima. En það var undir ákveðnum kringumstæðum. Það var yfirleitt þegar var verið að reyna að tala um eitthvað sem ég mátti ekki heyra. Það stundum við gert enn í dag. Já. Eða það var eitthvað mikilvægt sem þurfti að ræða við mig og hann þurfti að koma því til skila. Þá var enska. Þá talaði enskuna? Já. Og svo náttúrulega þegar var verið að hringja og afa í Englandi og slíkt, þannig að ég man eftir að þetta var svona 50-50 þegar ég var yngri. Michael Jón Clark, íslenska nafni, heitir hann þá Michael John eða? Já. Mamma þín, hver hún? Mamma Akureyringur og ættu innan úr Eyjafirði. Hún heitir Sigurlína Jónsdóttir. Hún grunnskólakennari og spilaði spilar en lærði á lágfiðlu. Og kynntist þarna ákveðnum kennara á sínum tíma. Þannig að þau hafa hist í fiðlunni sko. Já. En lágfiðla, nú þarftu að skýra það. Já. Fiðla og lágfiðla. Já, lágfiðla fiðla aðeins bjartara hljóðfæri, lágfiðla aðeins með dýpri tón, þannig hún aðeins örlítið stærri og það aðeins öðruvísi strengir. Guðrún Dóra, spilað þú á fiðlu? Ég spila á fiðlu. Ég spila örlítið á fiðlu því ég lærði á fiðlu í mörg ár. Já. Og ég lærði á fiðlu frá því ég var bara pínlítið stelpa og svo spilaði ég fram undir úlingsár, kannski svona í kringum 12 ára aldur. Já. Þá hætti ég og skipti yfir á óbó. Já. Og spilaði á óbói nokkur ár. Já, þannig að, en ertu að spila eitthvað enn í dag? Nei, því miður. Áttu fiðlu eða óbó? Nei, já, hvorugt. En það blundar svolítið aftarlega í huganum hjá mér að kannski einn daginn verið gaman að taka þetta upp aftur. Þú hefur nú í rauninni haft nóg að gera, væntanlega á þessum árum eftir unglingsárin og ferð í nám, framhaldsnám. Þú ert læknir. Heitir það heimilislæknir? Já, heimilislækningur. Er það sérgreinin þín þá? Já. Já. En sko, hvernig byrjaði þetta? Hvernig byrjaði skólinn? Í hvað skóla gengur þú og hvernig gengur þetta fyrir sig þar til að þú stendur allt í einu með prófskírteini úr háskóla og ert orðinn læknir? Þetta 6 ára nám í Háskóla Íslands og það að stórum parti og langmestum hluta bóklegt. Þannig það strembið nám, mikill lestur, mörg fög, að hluta til eitthvað verklegt en það alltaf bóklegt samhliða. Síðan þurfa allir að klára svona kandidatsár og það 1 ár til viðbóta. Þannig eftir 7. árið þá getur þú sótt lækningaleyfi og þá ertu almennu læknir. Þá ertu almennu læknir? Já. Síðan og þá í raun og veru getur þú farið að leysa af, þú getur farið að leysa af heilsugæslu undir handleiðslu sérfræðinga í heimilislækningum. En fagið mitt sérnám að það 5 ár eftir þessi 7 fyrstu grunnár. 5 ár eftir 7 ára læknisnámið? Já. Og ertu búin með þetta allt? Já, þetta bara svona vinst hægt og bítandi að maður heldur fyrir efnið. Þetta gríðalegt nám. En þetta skemmtilegt? Já. Þetta mjög gefandi starf. Þetta mjög strembið. Það þurft að halda vel utan um spáðana. En þetta mjög gefandi og
Maður hefur stundum velti fyrir sér að fólk sem að fer í þessi störf, þessi önnunarstörf, hvort sem það er læknisfræði eða eitthvað sem að tengist þessu, að það sé svona svolítið ákveðin hópur fólks, sérstakur hópur. Ert þú í þessum hópi? Vilja gefa mikið af sér, vilja hjálpa öðrum, maður hefur þetta svona tilfinningin. Ég hef aldrei hugsað það þannig, hvernig manneskja ég til að fara í þetta starf. Það einhvern veginn þótti mér svo sjálfsagt. Já. Og það kom ekkert annað til greina og ég fór að vísu fyrst í hjúkrunarfræði og tók hálft námið þar fyrir sunnan. Þú ert hálfur hjúkrunarfræðingur líka? Já. Já. Og ég fann þá að ég var á réttir braut þegar mér langaði í aðrar áherslur. Já. Þannig þá tók ég bara ákvörðun og skipti. Þannig að, ég held að veljast sjálfkrafa í þessi störf. Og ég held að þeir sem hafa ekki áhugann og þeir sem hafa ekki það sem þarf í þessi störf, hvort sem það er hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði, læknir, þar sem þarf að eiga mjög persónulegum samskiptum við fólk undir öllum kringumstæðum. Að þeir færa sig yfir í eitthvað annað. Sko nú kemur þú hingað til mín í viðtal og ert væntanlega búin að vinna síðan kannski snemma í morgun við að taka á móti fólki og greina sjúkdóma og tala við fólk. Er það ekki rétt? Jú, ég var að vinna til hádegis. Já. Og búin að hitta marga í morgun? Ég er búin að hitta ansi marga og við erum búin að leggja ýmis plön í dag, þannig að það er komið gott dagsverk í dag. Svona áður að vita nokkuð skapahlut það, þá myndi maður segja heimilislæknir sem tekur á móti öllum, hann veit kannski mest í þessu. Hann hefur kannski víðasta sviðið. Er það rétt? Einhver orðaði þetta mjög skemmtilega og ég ætla að vitna í það að við vitum ofsalega lítið kannski mjög margt. Já. Og hjartasérfræðingur, ef ég tek hans sem dæmi, hann veit ofsalega mikið þrengra svið. Já, það er þannig. Þannig skilgreini ég mig svolítið í vinnu. Já, þannig gerist það náttúrulega. Já. Hvernig var það þegar þú ert búin að læra? Þarftu að taka ákvörðun hvar á ég að vera? Þú kemur heim. Já. Ég kem heim þarna rétt fyrir kreppu og við stöndum á þeim tímamótum að við erum komið 2 börn. Og svona starfsferill minn er að hefjast sem sérfræðingur eða svona í sérnámi. Þar að segja, ég er í mínu sérnámi þegar ég kem norður. Og mér fannst Akureyri hafa miklu meira upp á að bjóða heldur en það sem ég hafði boðið fyrir sunnan. Já. Að því ólöstu. Já. En bara nálægðins sjúkrahúsið, samstarfið sérfræðinga, í raun og veru hér höfum við allt. Og ég gerði mig bara grein fyrir því á hárréttum tíma í mínu lífi. Já. Og sé ekki eftir því. Var fjölskyldan, maðurinn þinn tilbúinn að koma? Já, hann er á norðan líka. Nú. Þannig að þetta var ekki erfið ákvörðun. Hvaðan er hann? Hann er Dalvíkingur. Og heitir? Hann heitir Sveinn Jóelsson. Er hann í heilbrigðisgeiranum eða? Hann er í heilbrigðisgeiranum. Hann hins vegar er ekki heilbrigðismenntaður. Nei. Hann er verkfræðingur. Hann er með meistaranám í rafmagns- og tölvuverkfræði og er að starfa hjá fyrirtæki hérna á Akureyri sem er að búa til svona lyfseðla, rafræna lyfseðla og fleira fyrir heilbrigðiskerfi meðal annars hér á Íslandi og í Noregi. Já. Þannig tengist hann heilbrigðiskerfi. Hvað er þá talað við matarborðið? Ekkert tengt vinnunni. Ekkert tengt vinnunni? Nei. Getur þú kúplaði alveg út úr þessu? Já. Tekur þetta með þér heim? Ekkert að þessu? Nei, í sjálfu sér þá er þetta kannski einn af mínum stærstu kostum að þegar ég geng út dyrnar á skrifstofunni minni þá er ég búin í vinnunni. En ég geng frá því þannig að þegar ég geng út dyrnar að ég sé ekki með neitt stórt óleyst. Já. Það má bíða til morguns það sem er að bíða til morguns. Já. En færðu frið heima? Þegar ég vildi ná í því þá hringdi ég heim með þetta. Þá varstu heima. Já, ég fæ alveg frið og fólk, Akureyringar eru bara virða það
og ég í símaskráni, ég tek mig ekki út úr símaskráni, ég sé ekki ástæðu til þess. Já. Og svo ég líka fullorðinn einstaklingur og ef einhver hringir í mig með ósæmilegar óskir þjónustu, læknisþjónustu, að þá býð ég þeim bara tíma einhvern veginn daginn eftir. Já, auðvitað. Þannig við reynum að leysa það þannig. Já, hvað eigið það börnum? Við eigum 2 börn. Á hvað aldri? Ég á dreng sem er að byrja í menntaskóla, er nýbyrjaður. Áttu strák sem er í menntaskóla? Já, mér finnst það einmitt svolítið skrítið. Já, hann er á 1. ári í MA. Já. Og svo stúlku sem er í 7. bekk, hún er 11. Þannig að þetta er að verða fullorðið, hálffullorðið. Já, manni sýnist það er eitthvað komist, ég held að ætti bara pínlítið börn. Já. Nei, þetta er orðið fullorðið. Hvað svo með svona starf, svona starf eins og læknisfræðina? Vinur minn var sonur læknis og ég man eftir því að sá gamli, hann var með gríðarlegt bókasafn. Hann tók alltaf með sér bók þegar hann fór að hátta. Eitthvað. Hvernig með endurmenntun? Er þetta ekki símenntun einhver sem fylgir þessu starfi? Jú, bækur er eiginlega orðnar úreltar þegar að koma út í dag. Já, þetta var fyrir tíma tölvunar? Já, einmitt. Þannig við notum ofsalega mikið netið og þá aðgang að upplýsingum þar, læknisfræði tímaritum sem þá keyptar áskriftir og þar er allir fróðleikurinn og þar er það uppfært og þar er nýtt og ég held að líði ekki sá dagur hjá mér að ég fari ekki inn á einhvern slíkan vef og lesi mér eitthvað til. Já. Og þá oftast í tengslum við eitthvað sem ég annarkvort í miðjukafa að reyna að leysa eða finna út úr eða eitthvað sem ég þá er að læra af eða slíkt. Já, auðvitað. Já. Notarðu tónlist þegar þú ert að vinna? Ég geri það og ég loka hurðinni og set headphone-ana á mig og þannig vinn ég ágætlega þegar ég er að gera pappírsvinnu og skrifa svona eitthvað sem að þarf að færa í sjúkraskrá. Er mikil pappírsvinna í þessu? Já, það ég myndi reikna með að væri svona 70% af starfinu. Pappír? Skráning og pappírsvinna og flett upp svörum og Er þetta allt orðið eða mikið af þessu í starfiðinu, er þetta svona svokallega miðlægt? Það geta allir gengið inn og verið að kalla upp, þú getur kallað upp ef einhver ókunnur kemur og getur slegið upp skráninni hans og þess áttar? Að hluta til, þetta er að opnast, þannig að það er að samtvinnast kerfi fyrir sunnan og hér og annars staðar, þannig að það er miklu auðveldar en það var. Það eru smá krókaleiðir, en það er hægt. Hvað er í headphone-unum þegar þú ert að skrifa? Það er mjög oft klassík, mjög oft píanó og svo er ég svona, kannski pínlítið svona lúmskur úlingur í mér, þannig ég set oft topp 50 á og læt það bara ganga. Og hvaða unglingamúsík er það? Topp 50, hvaða músík er það? Ég reyndar tek svolítið út og fer á næsta lag þegar kemur íslenska rappið, þannig að ég er svona lítið hrifin af því. Já. En ég er alveg, það er til dæmis Sara Larsson, maður er að æfa sig núna fyrir tónleikaferð með dótturina. Hvað er það? Það eru þannig stór tónleikar í Reykjavík sem ég ákvað að fara með dóttur mína á og þá þarf ég náttúrulega að geta sungið aðeins með, eða ekki? Já, þannig að þú kanntu lög Söru Larsson? Nei, en ég get sennilega raulað með þegar ég heyri þau. Ég set ekki markið hærra en það. Þegar þú tekur ákvörðun því hjón að koma til Akureyrar, kom aldrei til greina að fara til útlanda eða neitt slíkt? Nú veit maður að ungt fólk og lækna sækja til útlanda vegna þá launa og annarra mála. Hefur það aldrei hvarflað að þér að fara bara til útlanda og búa þar? Jú, það í raun og veru hefur alltaf fylgt mér og allan námstíman í grunnnáminu þá stemdi ég að því að fara erlendis. Já. Það hentaði ekki þegar ég var búin með grunnnámið. Þannig að af því að þetta sérnámi í heimilislækningum er á Íslandi og það er hægt að klára það alveg, að þá byrjaði á því, svo leið bara tíminn og ég náði að klára það. En þetta blundaði alltaf inn í mér
að fara erlendis og mér finnst í raun og veru það vera, ég ætla kannski að leyfa mér að segja, það skylda okkar í þessum geira að auka víðsýnina og mér finnst að allir ættu að þau geta fengið tækifæri til að fara erlendis og við gerðum það núna fyrir nokkrum árum. Gerðu það? Við fórum til Noregs. Og bjuggu þar? Við bjuggum þar í 2 ár og það var frábær tími og það er gaman að kynnast öðru heilbrigðiskerfiði. Og þú að vinna á þínu sviði? Já. Já. Ég var þar í aflýsingu fyrir lækni og það var svolítið komist að ég kom inn og var að leysa af lækni og hann heitir Kim Larsen, ekki þessi þekkti danski og það var mjög skemmtilegt og það voru 2 ár. Svo kom ég í sumar og var að leysa aðeins af í mánuð í sumarfríinu mínu og þá var sem sagt Kim Larsen hættur en þá komið nýr læknir í hans stað minn ég var búin að vera heim á Íslandi. Og þessi nýju lækni, hann heitir Tom Cruise og ég var að leysa hann af þannig ég hugsa sko þetta er svo kemur bara einhver Clark. Tom Cruise og Kim. Þannig ég er búin að leysa Tom Cruise og Kim Larsen. Já, en voru þeir góðir læknar, heldur þú? Já, ég held að það sé alveg feiki góðir læknar. Já. Mjög kröftugir. Já, þegar þú stelpa, unglingur til dæmis, ert búin að vera í barnaskóla og gagnfræðaskóla og allt þetta. Var ekkert annað sem kom til greina sem þig langaði til að gera, heldur en að fara í þetta? Ég hafði svo sem enga skoðun á því hvað mér langaði að gera á þessum tíma. Mér fannst stórt skref að fara í menntaskóla, þannig að ég bara fór af stað og leyfði þessu svo bara að koma til mín og þegar ég er 18 ára þá fékk ég botnlangabólgu. Og það er upphafið að þessu öllu saman. Þannig ég var lögð hérna inn og Haraldur Hauksson tók úr mig botlangan og gerði það feiki vel eins og allt sem hann gerir. En það er upphafið að því að ég ákvaði að fara þessa línu. Mér langaði alltaf að verða læknir. Þannig að þá fór það í gang. En kannski bara svona ákveðið óöryggi að ég var á Fjölnisarbraut í menntaskóla. Þannig ég var ekki svona raungreina tengd. Og það dró úr mig kjarkinn, þannig ég ákvað að fara í hjúkrunarfræði þess vegna. Já, þú byrjaði svona kannski á næsta stigi, eins og maður segir. Já, ég svona ákvað mig á svona bent á það, hverju ferði ekki freka þessa línu og þú átti örugglega auðveldara með það. Og þú tekur sko helminginn af hjúkrunarnáminu og fer svo í læknisfræði. Hjálpaði það ekki mikið, sko, er ekki inntökupróf, ströng inntökupróf í læknisfræði? Það var það á þeim tíma. Það voru það sem heitir numerus clausus. Í dag eru inntökupróf, þannig þú kemst ekkert inn nema að þreyta þau. En það var þetta kannski gamla úrelta kerfi þegar ég fór að þú sast fyrstu önnina og lærið þér alveg eins og brjálæðingur og tók svo próf í desember. Og þá var bara einhver lítill partur, það voru svona 150-200 sem þreyttu prófið, en það voru 25-30 sem komust áfram yfir á næstu önn. Þannig ég tilheyri því kerfi, þannig að í hjúkrunarfræðinni var það svipað. Þannig á þessum tíma upplifði ég svolítið, ég væri bara með einhverja áráttu að fara alltaf í þessi klásuspróf. Já, en komstu alltaf í gegn? Já. Þú féllst aldrei? Nei. Eða kannski ekki að kalla það falla, en þú náðir alltaf? Já. Ertu þá svona góður námsmaður? Ég held að ég er tiltölulega auðvelt með að læra, en það þarf að vera eitthvað sem ég hef áhuga á. Af því að ef ég hef ekki áhuga á því, þá gerist ekki mikið. Nei, þú verður að hafa áhuga og þá hellur þér í þetta. Já. Ertu svona ákveðin í þessum málum eða ákveðin kona? Já, ég held það. Já. Er það ekki kostur? Hvað segir maðurinn í því? Er þið ánægður með það? Já, það er best að spyrja hann að því, en ég upplifði það sem kost. Já, sjálfsögð. En hvernig með svona önnur áhugamál? Fjölskyldan, hvað gerir fjölskyldan saman? Já. Fjölskyldan gerir bara þessi hefðbundnu hluti. Við erum duglega að fara á til út að borða og förum svona út í Hrísey. Við höfum fjölskylduna á sumarhús þar, við förum þangað, við förum svona aðeins í einhverja stutta túra hingað og þangað og skoðum landið. Hins vegar er fjölskyldan mín, þar að segja börnin og maðurinn, þau eru svolítið ólík mér. Ég er með mikla hreyfiþörf og ég þarf stanslaust að vera að trítla eitthvað út um kvippin og kappin. Þannig að ég fæ alveg leyfi til þess að
að fara að ganga og þá gengi oft á súlur eða svona á fjöllin hérna í kring. Já, bara svona smá toppa? Já, einhverja smá toppa. Herðu á súlur bara eins og ekkert sé? Já, það er alltaf erfitt, verður maður ekki alltaf að segja það, en það er mjög gefandi, þannig að ég fer mjög reglulega. Já. Alltaf þegar ég á tíma, þetta er náttúrulega tímafrekt. Þannig að áhugamálin tilheyra fjölskyldunni? Já, fjölskyldan er númer 1 í því að maður svona náttúrulega allir verður að vera samþykki því að gera hlutina saman, en ef það er frítími þá fæ ég alveg frí. Já, farið þið saman til útlanda? Já, við gerum það, ekki nógu oft, en við fórum til Noregs í sumar og áttum þar dásamlegan tíma í haust. Er nóg að gera sem heimilislæknir? Er þetta mikið starf, vinnurðu mikið? Já, ég vinn mikið og það er kannski að hluta til að því ég er mikið metnað því sem ég er að gera. Þannig að það er mikið að gera en ég vil líka gera það vel. Þú leggur þig í starfið? Já. Ertu með marga sjúklinga á þinni skrá? Já, ég er með svona í kringum 1500. Er það mikið? Nei, það er í sjálfu sér það sem er eðlilegt að hafa. Það er bara viðmiðunargildið. Nú ætla ég að taka mynd af þér. Er það ekki allt í góð? Mjög gott. Jú. Guðrún Dóra.